Komið þið sæl. Á lága plan. Það sem ég ætla að tala eru bænir, tilbeiðsla til Guðs og andlegt líf. Þegar ég var beðin að tala þetta efni, reyndar bætti ég við andlegu lífi, þá fór ég í smá ferðalag, leita að efni, náttúrulega í ritunum, það besta, og fann sem sagt margt undir þessa þá þrjá þætti sem ég gat nota og setti saman. Og síðan flokkaði ég í svona nákvæmari útlistanir á þessum þáttum, og inn í því felst eru skyldubænirnar, og ég ætla ekki að segja ykkur það sem þið vitið skyldubænir, það meira það sem að Baha'u'llah, Abdu'l-Baha og Shoghi Effendi sagði skyldubænir, hvað það væri mikilvægar og máttugar í raun og veru. Og ég ætla líka að fjalla bæna ástandið, sem að mér finnst vera mjög forvitnilegt efni, sem að erfitt að í rauninni útskýra, en við getum nálgast þessa bænaverund, og við getum verið það vissulega. Og eins með huglistuna, sem partur af bænaiðkun, að við þurfum að íhuga, og svo hvernig virka bænirnar, máttur þeirra, og andlegt líf, sem það sem við eigum meira að vera heldur en í þessu veraldlega lífi. Allavega að hafa það alltaf með okkur. Svo ætlum ég að vitna í lokin í nokkra rannsóknir sem hafa skoðað áhrif bæna eða bara almennt áhrif bæna, og hver útkoman var í því, allavega þeim rannsóknum. En þarna, það er líka svolítið gaman að segja frá því að þegar ég settist niður í gærkveldi, nei, ég er ekki bókina, en þarna var svona aðeins að stilla mig inn, og komst ég að því að ég var ekki með eina bók með mér, að ég er yfir með eina eða fleiri bækur með mér þegar ég fer í svona ferð, þar sem maður hefur líka rými fyrir sjálfan sig að lesa eitthvað, og ég bara hafði gleymt að taka með bók, og ég fór inn í bænaherbergi sem á 3. hæðinni til að leita að bók, og það nefnilega eru hillur þar, og það svolítið bæklingur fyrir ferðafólk, og það nokkra bækur, og þetta eru bækur trúarleg málefni, sem ég veit nú ekki af hverju en ein heitir að vera endurfæddur, og ég fór nú aðeins að lesa í þeirri bók fyrir nóttina, og þetta er kristin bók kristna trú og að vera endurfæddur í kristinni trú. Hún var skrifuð kom út 77, var þýdd á íslensku árið 2000, og ég fór aðeins yfir, það var svona inngangur og byrjun á bókinni, og ég sá svona í fljótu bragði að það að vera endurfæddur að helga líf sitt Guði, og það þá sem eitthvað gerist, skiljiði, og þessi bók, hún ekki voðalega stór, en hún bara með fullt af blaðsíðum með setningum og orðum, en svo þegar maður les eina ritningu frá Baha'u'llah eða Abdu'l-Baha eða Shoghi Effendi, þá svo mikið sagt í einu að það engin vafi hvernig maður fer að, skiljiði. Það er útlistun á því. Þarna eru svörin sem að í rauninni þessi höfundur fór af stað með þegar hann fór að skrifa þessa bók eins og hann lýsir því. En við erum að fara að stað í svolítið ferðalag sem að ég vona að þið takið eitthvað þátt í með mér. Ég vil byrja á því sem að Baha'u'llah sagði sjálfur, að leitandinn ætti dag hvern við sólaruppkomu
að samneita Guði og þrauja af öllu hjarta sínu í leit sinni ástvinnum. Hann ætti að eyða sérhverri velluráfandi hugsun með loga ástúðlegrar minningar hans. Mig langar aðeins að biðja ykkur að geyma það að samneita Guði og minningu Guð. Geyma aðeins með ykkur, ég ætla að fá ykkur með mér í pælingu það rétt á eftir. Og eins sagði hann, óverundarsonur, elska mig, svo að ég megi elska þig. Ef þú elskar mig ekki, getur ást mín og engan hátt náð til þín við þetta og þjónn. Og við eigum að elska Guð til þess að ást Guðs nái til okkar, annars það alveg þýðingarlaust, sko. Að reikna með því að hann hjálpa okkur, eða hjálpi eða veri með okkur. Og hann sagði líka, ó mannssonur, musteri verundar innar hásæti mitt. Hreinsa það af öllu sem svo ég megi eignast þar bólfestu og dvalastað. Og mig langar líka til að spá aðeins í hvernig að elska Guð og hvað musteri verundarinnar og þannig sem við eigum að hreinsa. Og ég nefnilega svona í upphafi þá fór ég svolítið í pælingunum hvernig getur maður verið í, hvernig þetta samneyti við Guð. Nú ég aðeins komin úr myndina hans Sigga Inga. Hvernig förum að því að vera í samneyti við Guð og hvernig hreinsum við þetta musteri verundarinnar sem musteri Guðs og hvernig minnist við Guðs. Því að það það sem við eigum að gera og þannig erum við með Guði, höfum við Guð með okkur. Ég að skilja það. En ég myndi vilja að þið kæmuð með hugmyndir hvernig við förum að því að samneita Guði. Bara, ég ætla að skrifa niður pælingar og það þarf ekkert að hugsa mikið, það meira bara hvað dettur ykkur í hug, síðan náttúrulega fáum svör, við fáum svör við þessu. En þarna, hvað dettur ykkur í hug? Hvernig förum við að því að samneita Guði til dæmis? Biðja. Það bænirnar. Hugleiða. Vera auðmjúk í bæninni. Auðmjúkur, auðmýkt. Þjóna og komið líka. Og hvað, þjóna? Þjónusta náttúrulega í anda málstaðarins, eða, já, það þjóna, einmitt. Fleira? Lafna. Hvað segir Elska. Elska Guð, það náttúrulega líka, það ástin, sem alveg bráðnauðsynleg, sko. Ást til Guðs. Og hvernig minnist við hans? Af því að, ég held nefnilega að það sé ekki nóg að minnast, Guðs, sem getur vel verið að sé alveg nóg. Þegar við lesum, það kennsla minnast Guðs, þegar við kenna, já, til dæmis. Það kennsla. Og það byrjum við, Lóa, varst ekki að segja Lóa, það að horfa á náttúruna, það einmitt þessi, já, horfa á náttúruna, já. Náttúruna fegur þarna. Eitthvað fleira, að minnast Guðs. Meðal annars í eiginbyrði þakklæti. Þakklæti, já. Og þarna, já, og við erum að elska Guð. En spurning, hvernig fyrir á því að elska Guð að því við þekkjum hann ekki? Lesa boðberi. Það að lesa boðberendurna, lestust. Lesa Guðs. Já, það sem þeir setja fram. Ertu að meina lesa kenningarnar? Já. Það kenningarnar.
Eitthvað fleira? Fyrirgefa, ekki bara fyrirgefa öðrum, heldur fyrirgefa sjálf sér til Guð held að hann get ekki fyrirgefa manni ef maður ekki sjálf og fyrirgefa sjálf sér. Mér finnst það flott, það er fyrirgefning. Já. Ok. En þarna, hvernig Finnst heilsar maður ekki Guði gegnum bæn og hugleisa líka? Hvað sér þið? Jú, maður elskar Guð líka þá. Nei, við getum bara að segja saman, bara já, minnis Guði. Mér finnst það í einmitt sko að lesa Já, og bæn. og bæni og lestur, já, akkurat. Þetta er bara, málið er líka að þetta tengist. Þetta er í rauninni svolítið eitt sko. Þannig að þú veist, þegar maður fer í þessa, mér finnst eins og það sem ég er að tala er bara eiginlega svo mikið það sama. En þarna, hvernig heilsum við musteri verundarna sem auðvitað í rauninni hafa komið svör finnst mér þegar sko? Já, já. Hvað sagður þau fyrir ekki? Já, no backbone. Og auðvitað þá, sko, vantarlega bænirna, það er líka bænirna, það er eiga hreins okkur, sko. Já, sjálfsleysi, já, akkurat. Þetta eru rosalega gott pælingar og þannig að ég er ekki að leita svari, jú, ekki ákveðnu svari. Og þannig að síðan ætla ég að bara fara í þessar glæru mínar og ég vil endilega að við bara ræðum svolítið saman í leiðinni en sko kannski við sko sjá bara til hvað gerist. Ég ætla að fara semst fyrst í skyldubænir og frá svona upphæði frá Baha'u'lláh að við þurfum að viðurkenna Guð og opinberendur hans. Og þarna hann sagði, ó Drottinn minn, ástföður minn, sá sem stjórnar athöfnum mínum, leiðastjárnar sálar minna, röddin sem hrópar í innstu veröld minni. Tilbeiðslu efni hjarta minns, lof sé þér fyrir að gert mig kleift að beina augliti mín að þér og þarna kveikt eld í sálu minni við minningunum þig. Þarna sko kemur eiginlega saman svo mikið kjarni, sko, þetta er alltaf svo magnað það sem maður les frá trúnni og sko í rauninni finnst mér oft hættan, sko, þetta ferðalega mitt í að undirbúa þessa stund hér hjálpaði mér svolítið að staldra við sjálfri og hugleiða meira það sem ég væri að lesa og vera meira vakandi yfir sjálfri mér svona í þessari tengingu sem maður þarf að hafa við Guð. Baha'u'lláh setti fram 5 reglur og leiðbeiningar andlega vöxt og það var að lesa upphátt eina af skyldubænunum og ég ætla ekki að vera að fara í þær því vitið að alveg sko, hvernig á að lesa og hvernig á að lesa þær og með hvaða hætta því það eru líka ákveðnar hreyfingar það er hver einustu hverju af þeim er ákveðnar hreyfingar, ákveðin hegðun og líka tímasetning hvenær en við þurfum að eigum að lesa með hreint hjarta og við eigum að lesa kvölds og morgna, við eigum að gera það, já, ég er að segja það sem stendur hér og við eigum að íhuga kenningarnar, við eigum að íhuga það sem við lesum til þess að ná dýpri skilningi og fylgja þeim nákvæmt og svo eigum við að hegða okkur líka í samræmi við kenningarnar og svo eigum við líka að þjóna og þjóna er í raun og veru getur verið allt sem við gerum. Ef við gerum það í anda þjónustu þá er það að þjónusta á þann hátt. Ég meina, vinnan okkar getur verið þjónusta við Guð ef við gerum það í þeim anda. Og þannig að mér finnst það eiga við það sem við gerum, ef við gerum það í þjónustu anda. Og Baha'u'lláh sagði líka annað skyldubæn,
og festuna við höfum sannlega sett fram í okkar bók sem táknar náð til þeirra sem trúa á Guð. Þetta náð til okkar, skyldubænin. Og þarna, og til þess að við megum nálgast hann. Þannig að þarna, það er ein af leiðunum og ástæðan fyrir því að skyldubæn er daglega og þarna og sem sagt sko ef við gleymum stuttarskildubænum þá þurfum við að fara löngu skyldubænina af því við erum búin að missa miðskyldubænum vegna þess að þá fara með hann morgunin og eftir hádegi og að kvöldi. Þannig að þetta er svona áminning til okkar að muna eftir Guði. Og þarna og hann sagði líka að við ættum að lesa ritningar kvölds og morgna og að ef við ekki gerum það að þá höfum við sem sagt ekki staðið við okkar heit við sáttmála Guðs og erfðaskrá. Þetta er alveg skýrt. Þannig að mér finnst eiginlega bara það vera jafn mikið skylda eins og að lesa skyldubænir, að lesa sem sagt kvölds og morgna. Og já, og Abdul Baha sagði skyldubænir að ágætt að fá líka frá því að það er nefnilega, sko þetta er svona til þess að hjálpa okkur bara svona að sjá alla þessa vinkla sem að eru til og auðvitað eru fleiri, ég er ekki með tæmandi upplýsingar sko, að hann sagði að skyldubænir var í kvöð sem að sko, ég meina eins og við vorum að lesa á þann að þá er þetta náð til okkar. Í raun og veru er þetta blessun og náð til okkar, en þarna, þetta er kvöð að því leyti að við eigum að gera það. Og, en það er nefnilega að stuðla að auðmýkt og undirgefni og í því, sko, við eigum að þvo andlit og hendur fyrir stuttarskildubænina, við eigum að gera líka fyrir meilusbænina og við eigum að hreyfa okkur með ákveðnu hætti, snúa okkur í ákveðnu hætti. Þetta er ákveðin undirgefni, við erum að gera eins og við eigum að gera og að lesa af auðmýkt og við þurfum að stilla okkur inn. Þegar áður við lesum, ég fer nákvæmlega í það í þarna bæna verundinni, en við þurfum að snúa okkur að Guði og við erum að sýna honum hollustu. Og þá erum við líka að samneita Guði, segir Abdul Baha, og ræða við hann og við getum öðlast við það sem sagt andlega stöðu. Þannig að þetta er svona virkilega til að stilla mann inn á þann stað og hann segir líka að hvert orð og hver hreyfing hún hafi skírskotanir og leyndardóma og visku sem að við þurfum að leyfa að virka því að það gerir það ekki nema við leyfum því. Og sko það sem ég er að tala núna er svolítið nefnilega framhald af því sem hún Mótsján var að tala í morgun, það er svolítið gaman að því sko að þetta er svona svolítið þetta er alveg í tengingu við það þó við höfum ekki rætt saman áður. En Shoghi Effendi sagði varðandi skyldubæn að skyldubæn það er tendruð loga í hjörtum okkar til heilla sálar mannsins og þarna hún er líka til þess að gleðja okkur, skyldubænin. Og þarna við líka skyldubænina þá skiljum við heiminn að, við förum í þennan andlega heim við það. Og í upphafi þegar við erum að fara með bæn, og þá er það ekki bara við skyldubæninar, myndi ég nú segja sko, að þá þurfum við að skilja okkur frá því veraldlega. Þannig að við þurfum vissulega að hafa fyrir því að stilla okkur inn, við þurfum að setja skil á milli að við taka ekki áhyggjurnar með okkur eða hugsa hvað við erum að fara að gera eða hugsa það sem við þurfum að sko, kaupa eitthvað eða svo framvegis, heldur bara við þurfum að skilja allt frá í burtu og sjá okkur ekki neitt
fyrir framan Guð, af því að Guð er miklu hærri okkur og þarna sem sagt, hann hefur sinn vilja og tilgang og við lútum þeim vilja. Það er það sem við erum að gera í bænastund, við erum að sýna auðmýkt, við töluðum það hérna í morgun og við þurfum að stilla inn á það þegar við erum áður en byrjum bænastund. Og þarna við það þá segir Shoghi Effendi að við sjáum eingöngu hann í tilverunni, við sjáum eingöngu Guð. Og þarna hann sagði einnig Shoghi Effendi að skyldubænir væri skilvirkari og gætar meiri mætti heldur en aðrar bænir. Og mér er svolítið gott að vita af því að þarna það hvetur okkur til þess að passa upp á að muna eftir skyldubænina. Finnst mér allavega. Og það eru áhrifaríkari og skýrari og þarna ef þær eru áverpaðar til Guðs erum við auðvitað að biðja en í gegnum opinberenda sem er Baha'u'llah. Og ég var nú búin að lesa annars staðar, þessu hef ég fundið í Light of Guidance að það er líka hægt að biðja í gegnum Abdul Baha eða Shoghi Effendi og fyrir opinberendur. En ef við biðjum í samhljómi við vilja Guðs, af því að í raun og veru þá getum við ekki farið fram á að við fáum svar við bænum okkar nema sé í samhljómi við vilja Guðs. Þannig að við þurfum að biðja í rauninni eins og Guð vill okkur að verði. Og þá næst sátt og friður innra með okkur. Og hann sagði líka að skyldubænin væri eins og stigi til að feta og í henni fælist óendanleg áhrif og umbun og það væri sem sagt handan hins óútreiknanlega og stundum er hægt að fá svar kannski bara, líka bara hvað gerist á bænastundinni, það er það sem við upplifum sem er gott, ætti að vera, en líka stundum koma svörin seinna, þannig að það er ekkert eins og það bara, maður fara út í búð og kaupa eitthvað, maður færir ekki bara eittur og því, það er háð vilja Guðs hvað verður. En hann segir líka að Guð svari öllum bænum. Af því að Guð er í rauninni alltaf með okkur, það er bara við sem, það er hindrun okkar að opna ekki á að Guð sé hérna að hjálpa okkur. En Abdul Baha sagði að bænin þarf ekki að vera í orðum, heldur í hugsun og gjörðum og það er það sem skiptir meira máli. Og ef að það er skortur og ást og löngun líka að þramna eftir Guði, að þá var ég meira að segja gagnslaust að þvinga það fram. Þannig að það er alveg grunnurinn til þess að við náum áheyrn Guðs. Og hann sagði líka að staða bæna var best af öllum verundum. Að þá nær maður tengingu Guð, þetta er svo sem svolítið framhald, og að bænirnar veiti líf, og við erum að tala innra líf, og það er það sem er grunnurinn í öllu, það er þetta innra líf og þetta andlega líf. Við erum ekkert lífleg ef vantar þetta andlega líf. Og þannig bætir hérna við að miðnætti þá stundum getur það verið sterkara, en það er þá svona meiri þarna frí eða laust frá þessu daglega amstri. En af hverju að biðja? Abdul Baha sagði að hvatinn til að biðja væri náttúrulegur og hann sprettur af ást mannsins til Guðs. Þannig að þegar við sem erum ekki fædd Baha'jar, að við kynntumst Baha'i-trúnni einhvern tímann á góðum degi og þannig fengum ást á trúnni, ekki sant? Ég man alveg þá stund enn þegar ég ákvaði að gerast Baha'i og þannig að það var í Hveragerði, ég bjóði í Hveragerði
og það var svona bara eins og, já, auðvitað er ég bara Baha'i. Ég var búin að vera að kynna með trún í 1 ár og það voru Bíó og þarna Sofía sem voru að kenna með trúna og það komu þarna 2 Sigurður Inga. Ég held allir kallmenni í bæjarsamfélagi héti Sigurður Ingi og annar situr hér sko og þeir voru með eitthvað erindi heima hjá Sofíu sko og eða voru að segja mér frá að því ég var svo áhugasöm sko en svo þegar ég sagði frá því að ég ætlaði að gerast Baha'i, sagði Sofíu frá þau undan henni Bí sko og hún óskaði mér til hamingju og svo fór hún að segja mér meira frá því sem ég bara vissi alltaf ekki allt sko. Hvernig gæti ég vita allt á einu ári? Ég meina, ég enn að kynnast trúnni. Og þetta gerist fyrir 30 árum sko, að ég gerist Baha'i og kem ég upp aldur minn, ég held alltaf því sem svo ung. En þegar ég sagði Bí frá því, þá fór hún að lýsa alltaf fyrir mig bara ýmsu og það var 19. hátíðir og hvernig hún skiptist 19. hátíðin og fyrsti hlutin væri sko, bænir og ritningar og sem væri sem sagt, litið á sem fæða fyrir andan sem var svo fallegt og ég þá mann eftir því sko, og sem er sko, það sem er sko, þetta fæða fyrir okkar andlega líf og sem sagt, já, við þurfum að vera, sem sagt, ég var að tala um hvað Abdul Baha hefur verið að segja, sko, og hjartað, sem sagt, þarf að vera önnum á minningu Guðs og við það þá gleðst sálinn, sko. Þannig að þetta sko, við þurfum bæði að vera stillt inn á þessu réttu viðhorf og síðan verður þessi mögnun við það að lesa, við gleðjumst við það. En Sjóki Effendi sagði að það var ekki endilega megin tilgangur tilbeiðslu í einrúmi að þróa og viðhalda tengingu við orðið heldur að þróa tengingu við Guð. Já, setur það fyrir ofan sko. Sem við þurfum síðan að upplifa og koma áfram. Og aðeins löngu skyldubannin á föstun að Sjóki Effendi, hann sagði að hún væri svo mögnuð, langa skyldubannin, að hún, ef hún væri sögð fyrir framan klett, að þá muni áhrifin hræra klettin og hann færi að tala. Ég held að við séum ekki byrja á því sko, að fá klettana til að tala. En kannski þau heldur ekki hlusta, ég veit ekki, eða ég sko, ég alltaf að tala um mig. Og ef við flytjum það fyrir framan fjalla, að þá muni fjallið færa sig og flæða fram. Og hann sagði föstuna að hún gæfi umbun og friðsæld. Og hún hefði verið í rauninni opinberuð vegna aðdáunar sálar mannsins, sem sagt, aðdáunar Guðs á sálu mannsins. Og hún væri með æðsta lækning og mesta heilun við sjúkdómið sjálfs. Og þannig að við eigum að fasta, en svo framarlega við séum heilbrigð til þess að fasta. Við þurfum að vera það. En áhrifin af skyldubanninum föstu sem sagt líkti sem sagt Sjóki Effendi við að ef við til dæmis ástundum ekki sem sagt góða dygðir og verk í tilbeiðslu eins og hún lögð áhersla á að þá væri við eins og trén sem ekki bera ávöxt og myndum ekki skilja eftir okkur spor. Þannig að við erum með ákveðin tilgang hérna á jörðinni sem að við bara vitum vel af að við erum hérna til þess að uppfylla ákveðið sko. Og hann talaði að fastan og skyldubænin væru í rauninni 2 vængir á lífi okkar.
og að það fylgdi mikil blessun að kafa sem sagt á dýftirnar sem þessi íhugun á bænum og rigningum og kenningum. Og við þurfum bara að muna eftir að fara með skyldubænir og halda festuna, segir Sjóki Effendi. Við þurfum að vera staðráðin í því. En þá ætla ég að fara í aðeins meira inn í sem sagt svona þessa bæna verund eða bæna ástandi sjálft, svona það sem að ég fann það sérstaklega. Og það sem líka fróðlegt að fara aðeins til þess að svona sjá hvað gerist. En byrjum á orðum Baha'u'llah. Ó, sonur ljóssins, gleym öllu nema mér og samveit anda mínum. Þetta kjarni boðorða minna, því skalt þú gæta hans vel. Semst að samneita anda Guðs. Og þarna við þurfum að vera upptekin af minningunum fegurð hans sem er óháði, sæk eftir samheiti við hann á morgni og á stundögunar. Ó Ali, minninginu mig græðandi lífsálum og ljós hjörtu mannanna. Og þetta er ofboðslega skýrt og þarna sem við þurfum að þarna muna eftir, því að þetta hefur svo góð áhrif eins og við vorum búin að fara í gegnum. En hann sagði líka að þarna í birtingu hvers og eins þeirra sem eru þá opinberendur Guðs var sem sagt, berum við ekki kennsl á birtingu nokkurs annars en Guðs sjálfs. Og þarna og þeir væru allir speglar Guðs sem ekki endurkasta neinu nema sjálfi hans, fegurð hans, mætti hans og dýrð. Og hann segir áfram Baha'u'llah að það hafa verið gerða tilraun til að í rauninni þekkja Guð, en það sem hefur ekki tekist vegna þess að við náum aldrei að skilja Guð, við höfum ekki fær það, því að við höfum ekki forsendur til þess. Við erum með takmarkanir við mannfólki og þarna og þá verðum við svo upptekin af okkar eigin sjálfi, því það miðast við þau skilmerki. Við getum ekki miðað við skilmerki Guðs af því við náum ekki þeim skilningi alveg. En þarna Alþjóðsréttindi sem að skrifaði bréf 18. desember 2014 þar sem að lýst hvað bæn en þar segir að hún sé sem sagt nauðsynlegt samtal sálarinnar við sem sagt skapara sinn, Guð sem sagt. Hún er andlega fæðan sem nærir okkur, nærir sem lífandans. Hún er eins og morgundöggin sem færir okkur ferskleika og þannig að fáa hjartað og hreinsa það og brennir burt blæjur sem er á milli okkar og Guðs og ljósin leiðir okkur til endurfunda við almáttuga Guð. Og við það rís sálin til himins Guðs og kemst nær guðlegum veruleika. Það er nú ekkert minna, skiljið. Og þarna er þessi tenging sem að gerist og þarna sem að getur gerst og við þurfum þess vegna að lesa morgnana, skyldubænina síðan, hvenær sem við gerum það, og kvöldin, því að þá erum við að passa upp á þetta andlega líf væntanlega og svo náttúrulega bara í okkar hegðun á milli. En áfram sagði Baha'u'llah: sökkvið yður í út af orða minna, svo að þér megi afhjúpa leyndardál þeirra og uppgöta allar perlur viskunnar sem liggja fólgnar í djúpum þess. Við langar að staldra þarna við og biðja ykkur aðeins að pæla í þessu.
með ykkar sessunaut, annarkvæmt er 2 eða 3 saman, hvaða leyndardóm er Baha'u'lláh að tala þarna og hvaða visku erum við að fara að uppgöta við það sem eru þarna, sem liggja þarna fólgnar. Þetta er svo magnað nefnilega við þarna, allar þessar bæna og ritningar sem við höfum. Hún sagði, hún Mojam í morgun, að Baha'i trúin væri bylting. Sagði hún ekki það? Er ekki rétt skilja hjá mér að þýðing sko? Og þarna, það sem við erum með í höndunum er bylting og það sem að það gerir er líka bylting. Ég meina fyrir mér er það. Og það gerist nefnilega að þegar maður getur lesið dag eftir dag það sama og það er eitthvað nýtt sem maður fær í hugan. Þetta er magnað. Já. En þetta er ekki nýr sannleikur, þið vitið þetta. Það er ekki það að ég sé heldur erum að tala, ég er að tala um þetta, ég er að leggja áherslu á þetta, hvað þetta er mikilvægt. Já. Þessi að lesa aftur og aftur, þetta er leyndardóm orð Guðs sem líka hjálpa sálir okkar að nálgast Guði og skilja að skiljast meira og meira. Andlega tilvera. Nákvæmlega, það er með þessari ástundu. Það er að lesa reglulega, þá erum við að skilja meira. Það er líka að því að þessi andlega verund, hún er, bænaða verundin, hún er leikdánsfull og hún er okkur líka hulin, en hún er samt í okkur. Já, það er bara svo magnað líka. En ég er bara svo hrifin af Baha'inum, sko. Þannig að ég er að segja ykkur frá þess að ég er svo hrifin af henni. En þarna, Sjóki Effendi sagði að tilbeiðsla væri tjáð Guði með ást og hollustu í orðum og gjörðum. Og þannig að sko, það er bæði að lesa og það er að gera. Og þetta er svolítið það sem við vorum að fara í gegnum í morgun með henni Mojam. Allsherjar Réttvísina setti fram 5 bænaskref 63-86, já. Ég veit ekki, ég kann ekkert skýringuna á bak við það, en þetta, ég bara sá þetta á læt og gati, sko. Og þar erum við að fara með bæn, reglulega, huglega hana, og þarna við erum að taka ákvörðun þegar við lesum, af því að við erum að lesa bæn í einhverjum tilgangi, ekki sagt. Við erum að lesa, kannski er það til þess að tengjast Guði eða eitthvað annað, eða biðja um aðstoð og við þurfum að taka ákvörðun þegar við lesum og við þurfum að halda fast við þessa ákvörðun og við þurfum líka að hugleiða hana. Og meðan við erum að lesa bænina, taka ákvörðun og við hugleiðum og lesa, og ef við finnum að við erum að fá svar, að þá er að taka næsta skref sem er að fylgja eftir þessari ákvörðun. En margir, sko, það talandi bara að sko, fólki finnst kannski ekki gerast neitt, en það er nefnilega líka þessi ástundu sem er svo mikilvæg, sko, að það er að halda áfram. Hvort sem það er að nálgast Guð eða hvort sem það er að fá hjálp við eitthvað ákveðið, það er að líka fylgja eftir ef okkur finnst við hafa fengið svar og síðan að trúa því að við séum að fá hjálp. Hvort sem það er að nálgast Guð eða að fá hjálp við ykkur sem við erum að biðja fyrir og að það spretti, mátturinn streymi fram og að rétta komi í ljós. Og síðan að halda áfram og þá er líklegt líka með því að vera staðfestur að mátturinn í rauninni frekar aukist og við verðum hreint farvegum fyrir hinn guðlega mátt. Þetta er það sem er sagt hérna, sko, í þessum 5 skrifum. Hafið ekki séð þetta? Eða, jú, já. Það sem við hefum farið í er einmitt að hvernig við berum okkur að á andlegu hliðinni við bænastund, hvernig við stillum okkur inn
og þarna þessi helgun sem við þurfum að viðhafa sem ekki alveg nóg, við þurfum líka að íhuga, við þurfum að sökkva okkur eins og við vorum að ræða áðan í orð Guðs, við þurfum að fara á dýptina og þarna Baha'u'lláh sagði sem sagt íhugun á bænastönd að þarna að þau orð sem streyma frá uppfluttu valds og stígi niður frá himni dýrðar eru óteljandi ofar venjulegum skilningi mannsins. Og þarna við þurfum að íhuga stund sem sagt og fyrir mér þýðir þetta sko ekki bara að lesa og svo íhuga eftir, heldur að meðan við lesum þá þurfum við að íhuga. Því að þar náum við, þar þurfum við að fylgja eftir andanum sem í bæninni og í orðunum og bak við orðin. Og við þurfum að hugleiða sko í hjarta okkar, af því að sko við hérna Vesturlandabúar við erum svo mikið í hugsuninni, en þarna þurfum við, það hjarta sem á að skynja og við þurfum að reyna að skilja merkinguna. Það það sem Sko, eins og við vitum þá náum við ekki að skilja Guð, en við getum reynt að skilja merkinguna. Við náum ekki ekki skilja alveg, þekkja Guð, en við getum reynt að skilja orðin. Og þarna, því að hinn sanni sagði Abdul Baha, hann felur í sér ósýnilegar veraldir. Þannig að við þurfum að hafa fyrir þessari íhugun sem að gerist við það að sökkva okkur í orðin. Og þarna, þó að sko mannleg hugleiðsla sé ófærum að skilja og að greind mannsins, hún ná ekki yfir að ímynda sér hvernig það er. En þegar þú vilt hreinsa þessi göng andans, að þarna þá þarftu að anda þessum heilaga ilmi sem þá frá bænum, frá orðum Guðs og það sem felst í þeim. Og sko, eins og við náttúrulega vitum að hver ritning og hver bæn hún felur svo mikið í sér, þannig að við eigum ekki að þjóta í gegnum þetta og þá erum við svolítið bara, ég held að hafa ekki svo mikið að segja. Eins og ég búin að tala áður að það þessi ást sem þarf að fylgja og þarna stilla okkur inn að það sé ekki veraldleg sko, efni að trufla okkur og aðskilja okkur þeim og nema orð Guðs og að þarna og íhuga þau. Og þá gætum við reynda, þá komumst við aðeins nær því að skilja. Og getum líka andað okkur þessum heilaga ilmi, sem eins og Abdul Baha lýsir svo fallega. Og Babin, hann talaði minningu Guðs á þá leið að bænir og hugleiðsla væru til þess að minnast Guðs og þarna til þess að hjarta okkar lifni eða til að lífga hjartað. Og annars það í rauninni lokað með blæju á milli okkar og Guðs og þá möguleiki að hjartað verði sem spegill og sem að speglar sól sannleikans og þá þurfum við að hafa þetta hreina hjarta til þess að það endurspegli það sem að Guð að sýna okkur, ekki sant? Og en ef þú stýrir til sjálfstíð, eða ef við snúum okkur til okkar sjálfra í hugleiðslu, þá gagnast ekki nema við höfum nafn Guðs með eða það sem hann hefur opinberað. Þannig að það eru orð Guðs sem gera þetta kraftaverk. Og Baha'u'lláh sagði frekar hugleiðingu á bænastönd að
þarna þegar þú hugleiðir í hjartaðinu að þá bragðurðu sætleik þess. Og við það þá ætti hugurinn að tæmast og frelsast frá þessum þarna veraldlegu gæðum og við getum orðið undirgefin vilja hans. Þannig að bæði þurfum við að stilla okkur inn þegar við erum að fara að lesa og við verðum fyrir þessum áfrifum líka að þarna við getum hreinsað okkar huga, við getum hreinsað hjartað og við það getum við öðlast háast andlega stöð, segir Baha'u'lláh. En þetta auðvitað ástundun, þetta gerist ekki bara við það að við viljum að það gerist, þetta þurfum við að ástunda sem sagt það sem kenningarnar eru að segja okkur að gera, að lesa kvölds og morgna og eftirmiddaginn og setja í framkvæmd og hegða okkur í samræmi. Þannig að það er jú þetta. En þarna Abdul Baha talaði vernd Guðs, að þegar við sem sagt beygjum okkur undir vilja Guðs og þarna með bæn og þarna við heillumst af sem sagt hjarta okkur heillast að þá er möguleiki að fá þessa innri visku og öðlast alveg bara öðlast þetta ljós innri visku og þarna þá er það sko upplifað að konungsríkinu. Þetta er náttúrulega bara svo flott að maður eiginlega liggur við að maður get ekki lest upp á þetta er svo, að því maður finnst það eiginlega bara heilagt sko, þetta er svo flott. En við það í raun og veru er Guð með þér öllum stundum og það er það sem er svo gott að vita líka. Og við fáum þessa vernd líka. Og ég held við þekkjum öll það að vera vernduð. Er ekki svolítið sammála það? En Baha'u'lláh setti engar reglu hvernig við ættum að hugleiða eða íhuga sem sagt orð Guðs og við sem sagt þyrftum að finna út úr því sjálf og þarna værum svolítið, það væri svolítið sett í okkar hendur bara en það þyrfti alltaf að vera þó í samhljóm við kenningarnar. En iðkunin verður alltaf persónuleg en það má samt ekki ruglaði saman við sko ástundun til þess að rækta þennan andlega vöxt sem við þurfum að rækta sem að Baha'u'lláh kom með. Hann kom með leiðbeiningar það sem að sjálfur kom með. En Abdul Baha sagði að meðan þú ert að hugleiða að þá ert að ræða við þinn eigin anda. Þannig að þegar maður fer þarna inn á við þá mætir maður anda sínum og leggur spurningu fyrir og það er væntanlega einhver ósk okkar að það getur verið að nálgast það, það getur verið eins og ég var að tala áðan, það getur verið að reyna að fá svar við okkar bænum með einhvern nátt eða hjálp sko. Að þarna hugur þinn opnast og möguleikin verður ljós. Þetta er mögulegt. En þá leyfir maður andanum í gegnum sál sína að upplýsa skilningin. Og þarna, en þá líka sko megum við ekki beina huganum að efnislegri tilverunni heldur að þessari andlegu því að þá speglast þetta andlega, ekki sant? Og þarna, hann talaði áfram Abdul Baha að skynvill íhugunarinnar, við það öðlist maður eilíft líf, það er nú ekkert annað. Og þarna við fáum sem sagt, það er þessi heilagi andi sem að hjálpar til við það. Og það opnast, möguleiki að opnast dyr að leyndardómum, eins og við erum svona búin að tala hérna á hvað eru leyndardómar, en þarna geta dyrnar opnast, sko. Og við komumst í þetta huglæga ástand og þarna, og við getum, og þá í rauninni erum við svolítið, þá sko er möguleikin að vera þarna í svo andlega lífi, þar sem að hægt er
afhjúpa leyndómana, en það er háð því að væntanlega að við svolítið höfum fyrir því að sökkva okkur í þennan andlega heim. Við þurfum það þarf að þessi ástundun á sjálfsleysi og að lesa orði Guðs og þarna ástunda það reglulega, að þá er líklegra að við séum á þeim stað. Og þarna Abdu'l-Bahá sagði að í þessu skynviti eða andlegu verund að þá verði til vísindi og listir og uppgötvanir og þarna og allt gengur betur og auðvitað náttúrulega hjá mannfólki, einstaklingum og öðrum og líka stjórnarekstur talaði hann um. Þannig að það er líka stofnanir. Og þarna aðeins að undirstrika sem Baha'u'lláh sagði, megum við einmitt verða speglar sem endurvarpa himnesku veruleika og megum við verða svo hrein að við endurverpum stjörnum himnaríkis. Og Abdu'l-Bahá líkti hugleiðslunni við speilin. Ef þú setur hann fyrir jarðneska hluti þá speglar hann þá, ef þú setur hann fyrir andlega hluti þá speglast þeir. Og þarna og auðvitað er verið að tala hann um að þessar dygðir sem að einmitt var komið inn á það með þessu sjálfsleysi og eigindum Guð sem að Guð hefur sett í okkur, sem eru allar eigindirnar, sem eru þessar dygðir. En það er ekki nóg að stilla sig inn fyrir bænir, eins og við erum búin að tala um, með réttu hugafari og vera á andlegum nótum og aðskilja sig heiminum og með ást til Guðs. Það er ekki nóg síðan að lesa orðin og hugleiða þau og það er ekki nóg að gera það, við þurfum að koma þeim í framkvæmd. Þannig að þarna, en í raun og veru er þetta svolítið það að vera til. Og við þurfum að sýna gott fordæmi og stundum hefur nú verið sagt að þarna, við þurfum ekki endilega að segja frá trúnni, heldur að vera þannig að fólk taki eftir að við erum öðruvísi, að við erum með þessar eigindir sem að við þurfum að tileinka okkur eða þennan andlileika. Og þarna þannig að síðan er þessi framkvæmt og hegðun. Og nú ætla ég að fara í áhrifamátt bæna. Hvaða þýðingu hafa það fyrir okkur í okkar lífi? Hvað gera það fyrir okkur? Og Abdu'l-Bahá sagði, ó þjónustumar Guðs, syng orð Guðs og verðu hugleiði merkingu þeirra, umbreytt þeim í verk. Ég bið Guð þess að upphefða stöðu þína í konungsríki lífsins alla eilífð. Þannig að það stendur upp á okkur líka að fylgja eftir. Við erum ekki sloppin við það að lesa skyldubæn eða lesa kvölds og morgna. Við þurfum líka að koma inn í verk sem er vissulega alls konar þjónusta, eins og við erum búin að fara í gegnum hérna í morgun. Oft var komið inn á þjónustu, ekki satt? Þjónustu við málstæðin, þjónustu í því sem við gerðum og svo er þetta okkar hegðun líka. Sjóki Effendi sagði að við þyrftum að gera eitthvað grein fyrir að trúin hefði andlega mátt til að endurnýja okkur. Og þá vil ég kannski bara aðeins minna á það sem ég bara segi hérna upphafi þegar ég fann bókinni hérna upp á 3. hæð sem heitir að vera endurfæddur og það var útlistun á því á mörgum blaðsíðum að nú erum við búin að lesa, fara í gegnum það á þessum glærum hvað það þýðir í rauninni að fyrir okkur Baha'íana að endurfæðast eða endurnýjast. Í rauninni þessi endurfæðing í þessari bók sem var að tala hún er að endurnýjast. Það er ekki
að fæðast upp á nýtt, sko, heldur að einmitt að endurnýja andann sinn, sko. Og þarna, Sjókefinn talaði um andlega mátt sem að getur endurnýja okkur. Og þetta er náttúrulega sem að, sko, við efumst ekkert um það. Þannig að við þurfum auðvitað að trúa því að þetta sem að gerist og eitt af tækjunum til þess bænin, sagði Sjókefinn. Og þannig hann var að tala um að ætti kannski ekkert svo mikið að leggja áherslu á máttbænin, ekki á kannski áherslu á, til meira áherslu á máttbænina, já, fyrirgefið þið. Og þar á meðal notkunin mestan nafns eða Allah og Pab. En samt ekki svo mikið heldur á andan á bakvið. Það er þetta sem líka við erum alltaf svolítið að koma að. Það er þessi andi á bakvið orð, sem sagt Guðs, orð Bahá'u'lláh, að andin á bakvið orðana sem við lesum. Og andin líka sem við höfum með okkur þegar við erum að lesa. Og til dæmis er betra að fara með eitt vers úr í andagleði og geislunar heldur en að lesa þau öllsömu þreytulega. Ef það er gert bara eins og af því ég best ég lesi þetta af því ég til þess að vera búin að gera það sem ég á að gera, á þess að gera það á þessari helgun, þá hefur það bara ekkert að segja. Þannig að þetta bara kemur hérna fram. Og en svo eigum við heldur ekkert að biðja Guð um hvað sem Við þurfum að lúta vilja Guðs og Guð svarar miðað við það sem að passa okkur. Við getum ekkert vita það. Frekar heldur en barn veit ekki hvað, oft ekki því fyrir bestu. Það eru foreldrar sem veit það. Við veitum ekki hvað er kannski okkur fyrir bestu. Við viljum að eitthvað sé svona og svona. Kannski er það svo ekkert það besta. Það er Guð sem veit það. Hann þekkir okkur betur heldur en við sjálf. Og þannig að þegar við byggjum um aðstoð þá þurfum við að laga þar og samræma Guðdómnum að vilja. Við þurfum að byrja að það sé eftir vilja Guðs. Og þá verðum við líka sáttari og ánægðari. Hugsaðu ykkur ef að krafa nútímans væri svolítið í samræmi við vilja Guðs, hvað mannkyn væri glaðar. Er það ekki? En það er nauðsynlegt að biðja Guð um hjálp og það er að biðja Guð um hvað sem er. Það er að biðja Guð í gegnum bænir, það er að biðja beint við Guðs, það má tala við Guð og það má tala við Bahá'u'lláh og við fáum svör og það er samt alltaf, það þarf að vera honum þóknanlegt, það sem við erum að biðja um og það verður eingöngu það sem honum er þóknanlegt. Svarið verður eingöngu þannig. Aðeins hérna mátt bænanna frá Alsíðhúsinu sem sendi frá sér 18. desember 2014. Þetta í bréfi sem var skrifað til Baha í Íran út af tilbeiðsluhúsum og þau sögðu að mátturinn sem býr í bæninu kemur ljós þegar hún mótast af ást á Guði. Það er akkúrat þetta sem það er ástin sem við þurfum alltaf að hafa með okkur þegar við biðjum. Og við þurfum að biðja einlægt og af hjarta hlýju og það þarf að stuðla að íhugun og hugleiðslu. Þannig að það er geta að sleppa því nefnilega. Og við það þá verður hún líka miklu meiri en hún mun líka gleðja og upphefja hjartað og við afl orðsins og umbreyta svona efnislegum gæðum yfir í himneska eiginleika. Þannig að það er ekki lítið sem bænastund gerir. Sem væri svo til þess að hvetja til sjálfslaus og þjónustu. Þetta er náttúrulega alveg svona tekið saman hérna. En frá Bahá'u'lláh
hann talaði þessa nefnilega sko í leit okkar að hinum ástfólgnar, að þá þurfum við að hafa þessa miklu ást og við þurfum að hafa sem sagt þrá og hrifningu og þá líka frekar að það sé glættur, algleymi sé glætt í hjartanu sko. Og það virkilega hægt að hjarta vakni og sálinn og andinn og blási nýju lífi í okkur og það það sem þetta getur gert, það það sem þessi endurnýjun. Við fáum þetta nýja líf en það möguleiki að fá þetta nýja líf með ástöndum og sem þýðir að það ný sýn. Það segir þetta bara mjög svona skýrt sko, og líka svolítið nákvæmt fyrir þessa þætti. Það ný sýn, það ný heyrn, það nýtt hjarta og nýr hugur. Og það ekkert lítið. Viljum við ekki fá það? Og því segið ekki neitt. Kannski hafið þið það, bara þegar, ég veit það ekki. Og og maðurinn mun sjá tákn alheimsins og líka bara þessa huldu leyndardóma sálarinnar og bara stöðu algjörða fullvissu. Og Baha'u'lláh talaði áhugaverða bæna að hann sagði okkur að það syngja ritningagreinar Guðs sem þér hafa borist og þeir syngja þær sem hafa nálgast hann. Svo að sætleiki söng þíns megi tendra eldi þínu eigin sál og laða þessu hjörtu allra manna. Hinir dreifandi englar, hins almáttuga munu dreifa víða vegu angan orðanna. Mun sú náð sem honum veitt fyrr eða síðar hafa áhrif á sál hans. Þannig að leyndardómar opinberna Guðs verða ákveðnar í krafti vilja hans sem uppspretta valds og visku. Þannig að þarna eru nefnilega faldir leyndardómar sem að við þurfum að svolítið að hafa fyrir að finna. Það þessi hreina hjarta áfram og það algjör helgun og þarna talaði Abdul Baha og þarna það muni líka hafa áhrif á allan heiminn sko. Þannig að það ekki bara við mannfólki, það hefur áhrif á aðra í kring. Og þegar fólk kemur saman og til þess að dásama Guð og þarna ræða leyndardóma Guðs, að þá mun andblær heilags anda leika og hver og einn okkar mun öðlast sín skerf. Já. Og þarna og Shoghi Effendi talaði að leiðbenning bærist eftir við höfum lagt okkur fram, það þessi ástundu sem við þurfum að viðhafa, sem þarf samt að vera beðin í samræmi vilja Guðs og og ef það verður ekki það sem við báðum að þá það ekki það rétta, sagði Shoghi Effendi. Þannig að við þurfum líka bara að treysta því að ef við fáum ekki það sem við viljum að gerist þá það ekki það sem passar fyrir okkur. Og mér finnst svo fatt þarna að við, þeir sem hafa yfirgefið þennan heim, að vissulega hafa þeir og þau önnur viðhorf en við sem búum á jörðinni, þó að bilið sé kannski ekki mikið. Og þarna í bænum okkar þá verður blöndun á þessum veruleikum sem þarna á himnum og þegar við erum að biðja. Og við erum hvött til að biðja fyrir þeir sem eru látnir, okkur ástvinum, eins og þau biðja fyrir okkur. Mér er svo gott að vita að þau biðja fyrir okkur. Ég bara var að sjá það þegar ég rakst á þetta í þessum texta. Vissuðu það að þau biðja fyrir okkur? Já, ok. Já. En mér finnst gott að vita að ég gera það. Já, gott það. Ég man þetta í samhengi við leiðsögn Abdul Baha varðandi það að við ættum ekki að vera að stíga yfir í hina heima.
Já, við gerum það ekki. Nei, í samhengi við það man ég eftir þessu, þar sem hann gefur þá skýringu að við ættum ekki að gera það vegna þess að þá hefjum við þroska, getum tafið okkar eigin þroska og þess sem við erum að hafa samlinga við, en biður okkur að biðja fyrir þeim eins og þeir biðja fyrir okkur. Já, akkurat. Já. En hann sem sagt talaði að sem sagt Bahai viðhorfið væri að við værum að virkja sveitin herskara sem eru sem sagt eru þeir sem eru á himnum og þarna og það sko í rauninni að sé ekki þú veist það sem að fer í gang er ekki tilraunarkennt og ekki efnislegi ferlar og þau séu dulræns eðlis og að mátturinn sem að sé þar í gangi sé ótæmandi vald Guðs. Og þarna leysist úr læðingi hinn guðdómlegi fjársjóður sem svo sem við erum búin að fara yfir. En Abdul Baha talaði þarna áhrifi af bænum, hann sagði óþjónustu með Guðs. Bænir eru uppfylltar af þeim boðbörnum sem eru birtandi Guðs fyrir alheim, þrátt fyrir að óska sig eftir efnislegum hlutum, jafnvel af hinum gálausu. Ef þau grátbiðja og sárbæni auðmýkt hjálp Guðs, þá hafa jafnvel bænir þeirra áhrif. Þannig að bænir hafa mátt. Þannig að við skulum líka passa okkur hvað við biðjum En Abdul Baha talaði græðingu fyrir okkur með bænunum sko. Að það grættu bæði andleg og líkamleg veikindi og þannig en ef að lækningin sko er það rétta fyrir sjúklingi þá verður það en ef það sko passar ekki þar sem við erum að biðja og þarna lausn á veikindum og ef að verður sko ef að þarna við erum að biðja og það verður ekki þá meira að segja geta orðin til nýju sjúkdómar kemur hérna fram semst að fyrir sumar sem þjást af veikindum lækning mun aðeins valda öðrum veikindum ef við erum að biðja og það er veikt, skiljiði, og þá getur orðið til þess að verði önnur veikindi í kjölfarið. Þannig að við skulum bara betra munum til því að biðja miða við vilja Guðs, hvað verður. Ég meina, við vitum ekki hvenær til dæmis okkar vitjunartími kemur, hvenær ef fólk fær alvarlega sjúkdóm, hvort að maður muni deyja úr honum sem kannski það sem vilji Guðs og það er enginn sem segir kannski það bara rétt skilji, við getum ekki ákveðið það. Þannig að þarna, já, þannig að þetta frá Abdul Baha sem sagt að biðja lækningu eða biðja hjálp við veikindum og þarna en sem sagt, Abdul Baha tala líka að sko, það sem að Guð gefur það sem að hann veit að fyrir bestu fyrir okkur að til dæmis vatnið til að svala þorstanum það var búið til fyrir okkur að drekka við þorsta ef það hefði ekki verið þá hefði það ekki verið til að svala þorstanum og þó við drikkjum mikið þá var það ekki til að svala þorstanum. Þannig að þarna, hann vitnar hérna í einmitt Kóranið þar sem hann segir að himinin hefur næringu fyrir yður. Þannig að við fáum næringu en það er alltaf samt háð vilja Guðs. Og minningum Guð, sagði Abdul Baha, eins og regnið og döggin sem gefa blómunum og jasendu ferskleik og þokka, endurlíka þau og láta þau öðlast ilman, lit, vaksa og endurnýja töfra, sem auðvitað á líka við okkur. Og það sem þessi rigningar að vinna okkur á. Nefnilega, hún að endurlíka, nákvæmlega, alltaf að vera þakklát. Og Sjóki Effendi var að lýsa á þá leið varandi áhrif á bænastund að þegar þú lest til dæmis nafnþýddir lækning mín það þarf að hugleiða sko, leið og sjá hvernig hjarta glenst og sálinn fagnar í anda ástar Guðs og hugurinn laðast að ríki Guðs
og við það þá öðlast aukast hæfileikarnir og hæfni mannsins. Og þetta er semst viska bænarinnar. Og þarna bænir hafa meiri áhrif og færa okkur meiri upplifun ef þeim beint að opinberði hans, segir Sogyal Hendi. En þá ætla ég að fara hérna í nokkur atriði varðandi svona andlegt líf, hvað ég fékk fram það svona frá Baha'u'llah, Abdul Baha og Sogyal Hendi. Baha'u'llah sagði: Ó mannssonur, ég unni sköpun þinni, því skóp ég þig. Elska mig svo ég megi nefna nafn þitt og fylla sál þína anda lífsins. Þannig að það þessi andi sem vissulega þetta andlega líf sem við getum tilheyrt. Og hann sagði líka: Ó sonur dýrðarinnar, ver frár á vegi heilaleikans og gakk inn í himinn samleitis við mig. Skýr hjarta þitt með hreinsandi mætti andans og hraða þér til hirðar hins hæsta. Og við erum búin að vera að fara í gegnum hvernig við förum að því að útiloka veraldlega heiminn frá okkar andlega heimi áður en við biðjum. Við erum búin að ræða hvernig við biðjum og sem þetta samneyti við Guð til þess að láta máttinn hafa áhrif á okkur. Mátt bæna og mátt orðsins. Og hann sagði jafnframt: Ó bróðir minn, taktu skref á braut andans og megin með leiftur hraða þjóta yfir eyðimörku fjarlægðar og sorgar og samneita hinum himnesku öndum og sjá jafnvel ljós sannleikans. En þetta allt mögulegt með því að vera á þeim stað og ekki vera mikið í þessu efnislegu heimi eins og svo sem veruleikinn býður svolítið upp á. Hann hrópar svolítið á okkur þannig. Og áfram frá Baha'u'llah: Ó sonur hásættisins, heyr þín er heyr mín, heyr með henni, sjón þín er sjón minn, sjá með henni. Og svo meiri innsta kjarnasáluðina bera vitni upptöfnum heilaleik mínum og meiri sjálfum mér bera vitni háleitri stöðu þinni. Og þetta svo sem við vorum búin að sjá aðeins áður að það sem getur gerst í þessari endurnýjun við heilagt orð eða mátt orðsins að heyra öðruvísi og sjá upp og nýtt. Og en Guð hann miðlaði manninum hæfileikum sem sagt á öllum sínum eiginleikum eins og við þekkjum og sem sagt dýrð sinna allra sinna nafna og gerði hann að spegli síns eigin sjálfs. Og þarna erum við komin aftur á þessum spegli sem við þurfum að fáa með því að rækta þessar deildir sem okkur voru gefnar af Guði. Og það eingöngu maðurinn sem hefur alla þessa hilli frá Guði, að það eru þessi nöfn Guðs sem eru þessar eigindir. Og við þurfum að vinna í því að komast að þessari paradís návistar hans. Það vinna, við erum búin að tala um það þarf að ástunda, það þarf að passa upp á að muna eftir að lesa á morgnana, að lesa skyldubæn hvenær sem að gera það og svo lesa á kvöldin líka. Og við þurfum að hafa dyggðina með okkur, við þurfum að hafa andaguðs með okkur og við þurfum að hafa okkur í samræmi við kenningarnar og koma því þannig í verk frá okkur. Og til þess að komast að í þessa paradís andans og finna þessa angan heilaleika og himnesku dýrð og vera og finna keiminn af endurlaust hugfanginnar ástar sem náttúrulega þessi andans líf.
og gefa upp sinn anda, gefa okkur á sem sagt, vegi Guðs og því þá möguleiki að við í rauninni fljúum með vængjum andans, ekki sant? Eins og það segir hérna. Abdu'l-Baha lýsti því þannig þessum andlegu einkennum. Ég þrá ekki fjárhagslega auðkenni ykkur til handa, eða yður til handa. Ekki vísindalega, ekki að sviði verslunar. Ég þrái andlega auðkenni. Og það það sem þið þurfum að auðkenna ykkur með í siðum ykkar. Þannig að það akkúrat hegðun okkar, það framkom okkar og svo framvegis. Og með því að elska mannkynið, með einingu og samlyndi, með ást og réttlæti, ekki sant? Og náttúrulega auðvitað hinum dygðunum líka. Og þannig að við þurfum að samleita öllum mönnum í anda sem sagt ástar, vináttu og gróðærnis og þannig að því að við baheiðarnir höfum þessa gersemi með okkur og við erum svolítið fordæmi með því að ástunda og hegða okkur í samræmi við kenningarnar og veita öðrum hlutdeild í þessu. Þetta er svo mikið dýrðar heimur sem við höfum aðgangað sem að við ættum að miðla þetta og getum dregið fólk að til þess að vilja fylgja. Það það sem að við þurfum líka að gera, við þurfum að koma í verk. Og þannig að við það að gangir í þessa borg andans þá og þannig að glæða ást Guðs að þá koma þessi leyndardómar í ljós sem við erum búin að pæla svolítið í hérna áðan að hverju væru og mögulega að upplifa miklan unað og sælan unað og draga okkur þennan heiluleika. Þannig að þetta er svo sem áfram svipað á þessum andlegu nótum. Og við verðum að leitast við þess Abdu'l-Baha að komast þetta andlega ástand með því að snúa á baki við öllum hlutum og öllum mönnum líka. Þó eigum líka að passa alltaf upp á einingu meðal fólks eða vera í þessum samhjófum með öðrum líka og leita Guðs eins. Og það má við segja að þar finnum við svörin. Við erum búin að, mér finnst ég hafa fengið mörg svör við það að fara í gegnum þessar glærur ef við erum að leita að hjálp Guðs, ef við erum að leita að þessu andlega lífi að þá eru mörg svör á þessum glærum sem ég er búin að fara í gegnum sem eru allt annars eðlis heldur en að leita til fólksins eða til annarra. Og þessi andlega verund er okkar skilningur á innri sýn og líka það að sjá tákn og ummerki anda Guðs í öllu. Því að allt getur endurspeglað ljós andans. Og jafn með regni hérna úti og veðri sem við finnum okkur yfir. Og við þurfum að sárbæna Guð og biðja að gefi fullan mæli ástar sinnar, pluss að við megjum endurnýjast og getum orðið knúin og meðtekinn og styrt okkur. En aðeins frá Sogei Effendi sem hann skrifaði náttúrulega þegar hann var á lífi, sem er náttúrulega ansi mörg ár síðan, hann dó, það er ekki rétt 57. Já, þannig að þetta er fyrir það og mér fannst þetta bara svo merkilegt. Ég fann þetta á Light of Guidance en svo það sem ég fann á Light of Guidance reyndi ég að finna þýðingu á. Ég man ekki alveg hvort ég var með, ég held ég að fundi þýðingu á þessu sem er ábyggilega eðvast þýðing sko. Ég held að sé að því að miklu betri þýðing þegar góðu þýðandi þýðir sko. Og en hann sagði efnishyggjuna sem er núna, sem var þá og er bara núna.
og ef það eitthvað þá held ég sé meiri núna efnishyggju menningin heldur en var þá jafnvel sko. Að því mér finnst þú vera meiri heldur þegar ég var stelpa, unglingur og ung kona sko. Og þarna, hann sagði sko að þarna efnishyggju menningi okkar aldar hefur tekið hug og orku mannkynsins og föstum tökum. Og svo allsherjar kreppa sem steðjar að mannkyninu er því í meginatriðum andlegs eðlis. Aldarandinn hneigist í heild sinni til vantrúar, það er þetta hryggilega sjúka ástand sem þjóðfélagið hefur ratað í, sem trúin leitast við að bæta og umbreyta. Því að kjarni trúarinnar er dulúleg tilfinning sem sameinar mannin Guði. Og því er þetta ná með viðhaldi, með hugleiðslu og bæn. Þannig að sko, þetta enda held ég að sko, þeir sem hafa verið að leita, ef við bara horfum aftur alveg á 19. öldina þegar að boðberarnir sem að tilheyra Babin og Bahá'u'lláh komu fram, að það fóru ýmsir hópar að leita að svörum og Guði og fólk er enn að leita. Mér finnst fólk vera að leita. Já, ég ætlaði bara svona enda á orðum Shoghi Effendi áfram og áður en ég fer í svona nokkrar rannsóknir sem hafa skoðað áhrif bæna á heilsu. Að þarna, hann sagði, Shoghi Effendi sagði, Bahai trú er eins og öll önnur guðleg trúarbrögð þannig í grundvallaratriðum dulúðug í eðli sínu. Meginmarkmið hennar er að þróa einstaklinginn og þjóðfélagið með því að innræta andlegar dygðir og krafta. Það er sál mannsins sem fyrst og fremst verður að næra og bænin er best fyrir þessar andlegu næringu. Lög og stofnanir eins og Bahá'u'lláh leit á þar geta fyrst orðið virkar þegar að innra andlega líf okkar hefur verið fullkomnað og umskapað. Þannig að þarna horfir nefnilega, sko þarna komum við nefnilega að okkur sjálfum að það er mannfólkið sjálft sem þarf að stunda trúna til þess að síðan annað geti fara að virka í samfélaginu. Sem ég er ekkert að segja að virki heldur, ég er að segja að það virka betur. Og það er svolítið, finnst mér, góð svona lokaorð á þessari umfjöllun minni á bænir, tilbeiðslu og andlegt líf. En ég ætla aðeins að segja frá nokkrum rannsóknum, af því að ég varst gaman bara að skoða það. Ég svona kíkti á nokkrar rannsóknum sem hafa verið að rannsaka áhrif bæna á heilsu. Og fyrsta lagi hérna ein íslensk sem var samantekt á rannsóknum áhrif bæna. Íslenskar konur sem skrifuðu hérna, hvort það var ritgerð, sko meistarritgerð 2014. Og þá bað fólk fyrir sjálfum sér og öðrum sem að leiddi í ljós betri heilsu og betri andlega líðan, aukinni meðferðarheldni, það fylgdi betur eftir því sem var verið að hjálpa þeim með, minni reiði og betri svefn. Og að þarna bjargráðin urðu meiri og bæði í veikindum og í andlegum erfiðleikum. Var þetta háskólarannsókn? Já, þetta er alveg svona vísindalega gert sko. Já. Þetta var samantekt á rannsóknum bænir, áhrif bæna á heilsu. Já. Og þarna, og svo voru hérna tvær viðbót, já, að þetta var ein rannsókn frá 2013 að það sem kom í ljós við bænalestur að það voru breytingar á andlegri líðan hjá þeim sem bað bæna en ekki hjá samanburðarhópnum. Þannig að þarna er verið að tala um marktakabreytingar sko. Og svo í þessari síðustu að trú og andlegleiki vendi gegn æðasjúkdómum og líka að gott við bættum lífstíl eða aukur lífstíl, bæti lífstílinn.
og þarna þessi síðasta hérna, hún var líka samantekt rannsóknir sem hefði verið gerðar á þessu efni og sem sýndi þarna líka að það var aukinn bati við bráðveikindum við bænalestur. Þannig að þá þetta svona, það svona verið að reyna að finna út með vísendalegum aðferðum hvort að bænir virki og mér finnst þetta nú að segja okkur svolítið það sem við höfum verið að fjalla að það er þessi andlega líðan sem bætist en líka vil ég svona aðeins bæta við að sko efnishyggjan hún var svo mikil þegar Shoghi Effendi að tala efnishyggju menningu aldarinnar sem var síðasta öld. Við erum komið núna á næstu öld fyrir ofan, við erum komið á 21. öldina og það enda á þessu efnishyggju menning. Er ég að miskilja? Þið sammála mér? Já, hún þið eru sammála? Já. Mér finnst þú frekar að vera að aukast sko, ég held við séum að komast í þrot á endastöð þarna, vonandi bara, en þarna sem að þýðir líka að sko, ég meina, við erum fólk hefur fjarlægst Guð eins og Shoghi Effendi sagði og meiri hyggju þá fjarlægist við Guð, ekki satt, og það er það sem að kenningarnar segja og við höfum verið að lesa og hún spáði því hérna fyrir þónokkuð mörgum árum, man eftir henni kannski fyrir svona 30 árum að í kringum 2012 þá yrði mjög mikil aukning í andlegum veikindum. Manstu eftir því, Óli? Já, að í kringum 2012 þá hefur að eiga bæði þunglynd og kvíði að hafa aukist mjög mikið og það er bara staðreynd. Og nýjar rannsóknir hafa verið að sýna það sem að ég hef lesið bara kvíða og þunglyndi að það hefur orðið aukning núna undanfari og meira heldur en áður í kvíða og þunglyndi og ég sérstaklega minnist þetta því að ég að vinna á göngudeildinni á BUGL og mikið með börn og unglinga og fjölskyldur í viðtölum að sérstaklega meðal unglinga undanfarin ár og við erum að tala um bara undanfarin sko 10 ár eða ennþá styttri tíma skiljið og sem auðvitað áhyggjuefni fyrir okkur mannfólkið hvert er að stefna og ég held að sé alveg óskalega margir þættir spilinni. Eitt þátturinn auðvitað þessi andleiki sem vantar meira inn í okkar bara líf fólks. Við förum ekki heimsótt til fólks og segjum eigum að biðja bæna eða eigum að biðja bænir, eigum að setjast niður í bænastöð. Við gerum það ekki, kannski eigum við bara að gera það, ég veit það ekki. En við þurfum alltaf að það er svona einhver aðdragandi tími, við getum boðið á bænastöð. Við erum byrjað hérna með þessu. Þið eru byrjað, frábært. Við erum byrjað að gera það. Þið eru það sem við komum í heimsókn. Hvað þið eru? Við erum byrjað að gera það sem við komum í heimsókn. Já, það sem þið komið í heimsókn? Já, flott við ykkur. En ég hef sem sagt farið í það sem ég var búin að skipuleggja. Það er alveg opið fyrir pælingar og umræðu og ég veit ekki hvort ég get svarað þetta spurningunum ykkar en það má alveg pæla svolítið saman en við höfum tímandu kortir yfir ef við ætlum að fylgja dagskránni en það má líka vera búið ef að við viljum svo. Elska, elska, elska ná unga.